Góðan daginn, ég býð ykkur velkomin á þannig fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þessi fundur er númer 805 og er haldinn 18. maí 2022 og ég segi fundsettan. Ég ætla að fara hér yfir dagskrárna í stórum dráttum. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði á 5. maí og 12. maí. Síðan koma 6 fundargerðir frá nefndum bæjarins. Þessu sinni eru íþrótta- og tómstundanefnd, 2 fundargerðir, skipulagsnefnd, líka 2 fundargerðir, umhverfisnefnd og fjölskyldunefnd. Og að lokum eru 10 fundargerðir til kynningar. Og þá var okkur ekkert að vanbúnaði, þá gef ég orðið laust. Og það er fyrst fundargerð frá 5. maí, fundunum 1534 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Það er þessi engin ljós og þá umgötur atkvæði ágæti bæjarfulltrúar þessa fundargerð, þess að staðfesta hana er berði eftir fund. Hún er staðfest með 7 atkvæðum, svoleiðið vika, aftur kom 50 dagur og þá kemur hér talan 1535 fundargerð frá bæjarráði frá 1535 frá 12. maí ætla ég nú að segja. Þar voru nú fleiri mál á dagskrá, 11 mál á dagskrá. Og ég ekki voru laust. Það er þessu undir hljóðs. Ég ætla að segja örfá orð mál nr. 2. Það er útisviði Álafossfoss titillinn. Ég lesa það bara hérna eins og þetta kemur hér fyrir. Lagði fyrir bæjar og óskum heimild til þess að bjóða út jarðvegs- og uppsteypuframkvæmdir á útisviði Álafossfoss. Sviðið verður staðfestir framan ávalda brekkur. Þetta er mikið áhugamál og hugðarefni hjá mér og vaflistanum í stefnuskránna og þannig er að rataða nú inn í málefnasamningin. Bæði set fallarnir, eins og ég kalla á stundum, sem eru komnir og hafa breytt öllum möguleikum til þess að vera þar með skemmtanir og nú bætist við útileiksvið sem að mun stórauka möguleika. Það verður leitt þarna rafmagn, þannig að það verður hægt að nota lýsingu og náttúrulega magnur og svoleiðis, þarf ekki að notast við sendibíla, þannig að mér finnst þetta mjög gott að þetta sé komið á þennan stað og eykur möguleikana. Það verður gaman að koma heima þegar að brekkan fyllist. Sviðið verður nú kannski ekki komið þá, en bæjarhátíðin verður náttúrulega haldin þar og sett þar. Ég hef lokið málið mínu þetta mál. Ég hef orðið laust það, ef ykkur vill tala frekar það. Svo verðist ekki vera. Og þá höldum við áfram ágætu bæjarfulltrúar. Það er hér nokkra fundargerðir eins og ég sagði áðan. 6 fundargerðir frá nefndum bæjarins. Þú ert búin að klára þessa? Nei, afsakið. Það er með að greiða atkvæðum bæjarins. Það er bara að fá að taka til mál? Já, það fyrir ekki það. Já. Ekki þetta mál? Já, akkurat. Þá er umræðan lokið mál með 2 og ég gef orðið laust. Og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Hver svo er Það fórstu nú bara að vekja athygli á máli nr. 7. Það er stofnframlög til kaupa eða bygginga á almennum íbúðum. Þarna var umsókn Bjargs leigufélags sem stofnframlög lögð fram til afgreiðslu og bæjarráð samþykkti að Bjargi íbúðarfélagi með leyfi forseta verði veitt stofnframlag fyrir árið 2022 til byggingu allt að 26 íbúða. Og í framhaldinu að þessu var síðan samþykktur viðauki vegna þess. Mér langaði bara að vekja athygli á þessu máli. Þetta er svona mál sem er svo sem búið að vera hér í vinnslu nokkuð lengi, eiginlega alveg frá upphafi kjörtímabilsins og ástæðan fyrir því þá kannski ekki afgreitt fyrr var þó að við höfðum ekki lóðir. Bærinn hafði til ráðstöfunar sjálfur til þess, en þær eru að verða til núna, bæði í Hamraborg og ekki síður í Helgafeldslandinu, 5. áfangar þar. Og það er horft til þess að það sé annarkvort annarkvort Helgafelli eða Hamraborg eða hvoru tveggja hægt síðan að útfæra þetta. En það býður þá nýrrar bæjarstjórnar að ákveða það, nákvæmlega þá staðsetninguna á þessum lóðum og þá fjöldan, íbúðum fyrirgefiði og svo fjöldanum.
En það þá búið að ganga frá bæði viljayfirlýsingu við björgunarverkefni, það búið að sækja til HMS stofnframlög og það búið að samþykkja hana hér af hálfu bæjarstjórnar. Þá ef þetta verið samþykkt þegar það finnst hér. Þannig að málið þá komið í svona bara afgreiðsluferli og ný bæjarstjórn getur þá tekið ákvörðun nákvæmlega staðsetninguna og nákvæmlega fjölda. Þannig að það búið að leggja grunn að þessu og ég held að það sé bara að mínum bæjarstjórnum sé að minnsta fagnaðarefni fyrir bæjarfélagið að taka þátt í verkefni á þessu toga og munu örugglega verða fleiri á komandi árum stækkun bæjarfélagsins. Já, Anna Sigríður Gunnardóttir, þú beðum orðið þetta máli. Ég lesa titilinn og gengur hér. Veðurstól, stofnframlög til kaupa eða bygging á almennum Anna Sigríður. Já, takk Ásgeir. Já, ég kem bara hérna í punktu til þess að lýsa ánægju minni með því sem sagt í hvað stöðu þetta mál komið. Það er virkilega ánægjulegt að við séum komið þetta langt og það eru spennandi verkefni fyrir nýja bæjarstjórn að í raun og veru ljúka þessu máli sem eins og bæjarstjóri kom að hérna í upphafi er búið að eiga nokkurn aðdragand á þessu kjörtímabili. Og ég vil líka taka undir það, ég held að þetta sé til heilla fyrir bæinn okkar að fá þetta félag eins og þetta inn til þess að byggja íbúðir hérna hjá okkur. Þá bjóðum við upp á fjölbreytta búsetukosti fyrir fólk og það er alltaf gott. Þannig að, já, erindi mitt var bara að lýsa því hvað ég væri yfirmjölukuleg með stöðun á þessu. Já, ég kosi að taka aðeins til máls líka. Ég tekið undir það sem að Anna Sigríður og Haraldur sagði hér áðan, þetta komið á þennan stað, hefur tekið sín tíma. Þetta getur verið alltaf 26 íbúðir og það eru það sagðir fyrir íbúðir en þetta er auðvitað þarf að gera miklu meira átak, ekki bara í Mosfellsbæ heldur víðar og víðar, það þekkjum við bara almennt. Við viljum taka fram að þetta er reyndar líka úr stefnuskrá VG og þegar inn í málasamningin 4 árum. Það er ekki bara fuglaskoðunarhús sem kemur frá VG og það sé nú gott. Þetta er hugmynd sem kemur þaðan og hún er að fara hér breyta gengi. En er orðið laust við þetta mál? Orðið er laust en það kveður sig ekki frekar hljóðs. Og þá er umræðum lokið, en orðið er ennþá gefið laust, þannig að voru 11 mál á dagskrá. Og það gefur engin merki, þá lít ég svo á bæjarfulltrúar að við getum gengið til atkvæða. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð benna réttu hönd, 9 atkvæði þar. Þá förum við í nefndirnar. Og það er fyrst íþrótta- og tómstundanefnd frá 5. maí. Íþrótta- og tómstundanefnd fundargerð hinn fyrri á þessum fundi. Þannig var reyndar bara 1 mál á dagskrá, styrki til efnilegra ungmenna og Hafsteinn Pálsson hefur beðið orðið þetta eina mál. Þú gjörðu svo vel að Steinn. Forseti. Það er alltaf ánægjulegt að afhenda styrki til efnilegra ungmenna. Með stækkandi bæjarfélagi þá held ég að það þurfa að huga því á komandi árum. Það var alltaf hana mál nefndarmanna að það þyrfti að huga því að fjölga þessu styrkjum og þar sem að það eru margir kallaðir en fáir útvaldir og að það verði bara tekið til skoðunar hvort að það sé ekki ástæða til þess í framhaldinu og vil bara koma því á framfæri þar sem að það var sérstaklega óskað eftir því að ég leti það í ljós hér í dag. Orðið er laust og Örlygur Helgason hefur beðið orðið, er svo vel Örlygur. Fundur verður haldinn 5. maí. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, já, ég tek innilega undir þessi síðustu orð hjá Hafsteini að það var mjög öflugir útfellingar sem voru sækjum og til þess að styðja við bakið að enn frekar að fjölga. Og jafnframt óskaðum til hamingju þeir sem fengu styrkin í ár til að efla sig enn frekar í sinni íþróttagreinum eða tómstundum. Orðið er laust.
Umræðum lokið og hvað þessu engi ljós og þá göngum við til atkvæðum þetta eina mál á þessum fundi sem að samþykkir 9 hendur á lofti. Sama dag, 5. maí, var haldinn fundur í umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 227. Þar voru 3 mál á dagskrá, meðal annars fuglaflensuna sem hefur nú verið í fréttum mikið. En orðið laust eitthvert af þessum málum. Og hvað þessu engi ljós og þá lítið svo á umræðum sem lokið og við göngum við atkvæði ágætu bæjarfulltrúar. 9 hendur á lofti. Daginn eftir, 7. maí, þá var það skipulagsnefnd sem fundaði. Það var fundur númer 565, hvorki meira né minna. Og þar var 1 mál á dagskrá. Heildarendurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011 til 2030 og ég gef orðið laust þetta eina mál. Á þessum fundi, það gefur engin merki þannig að umræðum lokið og við göngum til atkvæða. Þessi staðfesta þessa fundargerð. Önnur rétt upp hönd, samþykkt með 9 atkvæðum. 10. maí var haldinn fundur í fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar. Það var fundur númer 319, 4 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust. 4 mál á dagskrá og enginn kveður sér hljóðs þá lítur forseti svo á að umræðan sé lokið og við séum tilbúin í atkvæðagreiðslu. Þessi staðfesta þessa fundargerð er rétt upp hönd. Hún er staðfest með öllum greiddum atkvæði 9. Síðan er aftur fundur í íþrótta- og tómstundanefnd. Önnur fundargerð. Þessi frá 12. maí, viku seinna var sá fundur haldinn heldur en hinn. Það voru 2 mál á dagskrá og ég gef orðið laust og Hafsteinn Pálsson formaður Íþrótta- hefur óskað eftir því að taka til máls. Gjörðu það vel, Hafsteinn. Forseti, það var það fyrsta mál. Þarna var sett á blað hvernig ætti að færa til bókar þegar það er að kjósa íþróttakarl og íþróttakonu Mosfellsbæjar. Það var rataði hvergin í bækur. Munum eftir því þegar að á bæjarstjórnarfundi hérna fyrir vetur að þá var það fært inn í fundargerð bæjarstjórnar hver hefði verið kosin í staðinn fyrir að það bæri fylgiskjal með fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar og við fengum starfsmenn sviðsins til þess að stilla þessu upp, hvernig þetta standa að þessu, þannig að þetta yrði fært til bókar, þannig að það væri gert á eðlilega máta og fyrirmyndin á að vera það fyrirkomulag sem er við bæjarlistamannin og annað sem er þarna eru í raun það sem var haft til hliðsjónar af nefndinni við hennar val í vetur og þess vegna var notað þetta orðalag að nefndi samþykkir þetta fyrir sitt leyti að í ljósi þess að þetta er alveg í lok kjörtímabils og auðvitað öllum frjálst að skoða það að nýju hvað er haft til hliðsjónar en það væri þá allavega sett á blað hvað þessi nefnd hafði til hliðsjónar og allavega núna í vetur og mér skilst að það hafi verið undanfarin ár með sama hætti. Bara að upplýsa þetta. Orðið leystu þetta mál sem Hafsteinn Pálsson bæjarfulltrúi var að ræða. Það var fyrra málið. Þessar fundargerð, enginn kveður sér hljóðs. Áreimræðan lókið það, einhver sem vil ræða hitt málið á þessum ágætafundi. Svo virðist ekki vera, þá erum við tilbúin í atkvæðagreiðslu. Þessi staðfesta þessa fundargerð er bennir eftir benn, staðfest með 9 atkvæðum. Þá er að skipulagsnefnd aftur og þessi fundur var númer 565. Og þar voru nokkur mál eða náttúrulega tiltekið 5 mál og ég gef orðið laust. Þessum aðalskipulagi Ölfusi hjá nágrannum okkur þar og öðrum nágrannum í Grímsnes og Grafningshreppi. Breyting á aðalskipulagi þar. 5 mál á dagskrá og orðið laust. Það kemur hér engin hand á loft þannig að ég lít svo á að umræðan sé lokið og við séum tilbúin í að greiða atkvæði þess að staðfesta þessa fundargerð er benn rétt.
Það var 900. Það gengur hratt fyrir sig hér á síðasta fundi þessara bæjarstjórnar. Við eigum þó eftir að afgreiða 10 fundargerðir, en þær eru allar til kynningar. Nú er komið að þeim kafla, föstum lið. Og við byrjum á byggingafulltrúanum, eða öllu heldur afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Það eru 3 fundir frá Jóni Sigfússyni byggingafulltrúa, afgreiðslufundi. Fámennt og góðmennt á þeim fundum, en fyrst er fundur frá 7. maí, fundur nr. 470. Þar var aðeins 1 mál á dagskrá. Og við laustum þá það mál, Engilhjós, þá var hún lögð fram. Síðan leið nú ekki langur tími að aftur var haldinn afgreiðslufundur byggingafulltrúa 10. maí. Og þar var 1 mál á dagskrá líka. Ekki voru laust. Enginn kveðið sér ljós og þá var hún lögð fram. Og svo aftur, enn og aftur, fundur nr. 472. Það voru 4 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust þau mál, eða þessa fundargerð. Það kveðið sér enginn ljós og þá var hún lögð fram. Frá borði byggingafulltrúans förum við í sorpumál. Það eru segja 2 fundargerðir frá byggðasamlagi Sorpu, stjórnarsorpu. Sá fyrri er númer 465. Hann var haldinn föstudaginn 11. mars síðastliðinn. Bæði staðfundur og fjarfundur þeir héldu í þeim hætti og ég gef orðið laust þá fundargerð á Sorpu, 3 mál á dagskrá. Þessi Engilhjós og þá var hún lögð fram. Síðan var hér föstudaginn 1. apríl var afturhaldinn fundur í stjórn Sorpu, þann er númer 466 og þar voru 4 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Þessi Engilhjós ennþá, þá lítur forseti svo á að umræðin sé lokið og hún er lögð fram. Síðan er nú að ræða skíðin þó að það sé að koma hér hásumar og það var fundur í samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins eins og það heitir, fundur númer 401. Hann var haldinn miðvikudaginn 27. apríl síðastliðinn. Fulltrúar frá sveitarfélögunum hérna á höfuðborgarsvæðinu og 4 mál á dagskrá og ég gef orðið laust skíðamál ef einhver vill ræða það núna. Svo virðist ekki vera. Þá var hún lögð fram og þá er komið að því sem það er samband, eða stjórn öllu heldur, samband íslenskra sveitarfélaga. Og það eru miklar og ítarlega fundargerðir, fólk af öllu landinu. Það tekur ótrúlega stuttan tíma, það skipti vera 18 mál á dagskrá. Það sjálfsögðu fjarfundur og þau laustum þessa fundargerð. Þá er enginn sem kveður sér ljós og hún er lögð fram. Og svona kemur ekki óvart að eitthvað sé frá Strætó. Það var fundur númer 355 í stjórn Strætó. Hann var haldinn í loka apríl, 29. apríl. Snemma morguns klukkan 8, hesthálsi 14. Og þar voru 7 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Enginn sem vill ræða Strætó í dag og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan kemur hér fundargerð frá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins, langur titill og það stóð ágætanefnd hér fund nummer 107 Hamraborg í Kópavogi, föstudaginn 29. apríl og þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það kveður sig Engilhjós, þá er sú fundargerð lögð fram. Og nú, það er ein fundargerð eftir. Það er frá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæði, við þekkjum þetta frekar undir nafni SSH. Það er fundur númer 539
og hann var líka haldinn í Hamraborg þessi fundur mánudaginn 2. maí og þar voru 3 mál á dagskrá. Kveðs engin ljós, þá sú fundargerð lögð fram. Þetta var nú með styttri fundum þessu sinni. Þessi fundur auðvitað mjög óvanalegur að því leyti til að þetta síðasti fundur þessarar bæjarstjórnar og ég tel ástæðu til þess að þó það sé ekki dagskráliður að fólk sem vil ávarpa samstarfsfólk hér í bæjarstjórn og þá sem að heyra mál okkar hér, ræðustóllinn hér til reiðu og Anna Silja Gunnardóttir, þú beðið að fá ágæti máls og svo koma fleiri. Forseti, já, þetta er ekki venjulegur fundur, þetta er síðasti fundur bæjarstjórnar sem var kosin hingað inn árið 2018 og það vill svo sérkennilega til að eftir þennan fund í dag að þá kveðja allir nema 2 sem sagt sín sæti sem bæjarfulltrúar. Ég önnur af annar fulltrúum sem verð hér áfram á samt fulltrúa frá Sjálfstæðisflokknum. Mér langaði bara að koma upp til þess að kveðja og þakka fyrir gott samstarf og ég vil bara eiginlega segja gott samstarf og í raun þetta er óundirbúin ræða, þetta ekki vera úr mænin en og einlægni í samstarfi. Auðvitað er þetta pólitík, við erum í bæjarstjórn og við höfum tekist á í gegnum tíðina oft en ég held að flestir hér hafi verið fullkomlega og fullkomlega heiðarlegir í sínum störfum og öll höfum við verið að vinna fyrir hagsmuni bæjarins okkar þó að við auðvitað kjósum mismunandi leiðir af þeim markmiðum sem við höfum. Við erum að kveðja bæjarstjórn sem hefur setið hér í bæjarstjórn í 20 ár að ég tel. Við erum að kveðja varabæjarfulltrúa sem situr fundinn í dag sem Hafsteinn Pálsson sem ég bara ekki töl á hversu lengi hann hefur verið viðloðandi bæjarstjórn Mosfellsbæjar og við erum að kveðja Kolbrúnu Þorsteinsdóttur sem er fráfarandi formaður fræðslunefndar sem hefur setið hér í 3 kjörtímabil og ég vil bara þakka öllu þessu fólki mjög gott samstarf. Við erum að kveðja Valdimar Birgisson sem verður varabæjarfulltrúi reyndar á næsta kjörtímabili og Stefán Ómar sem kom inn með krafti 2018 og fer út með krafti og annað fólk kemur í staðinn fyrir hann. Og svo síðast en ekki síst, þá vil ég nefna forseta bæjarstjórnar, Bjarka Bjarnason, sem hefur náttúrulega líka verið viðloðandi þó hún ekki verið lengi. Við höfum verið samferð í bæjarstjórn, ég og Bjarki, við höfum verið 2 kjörtímabil bæði og en hann hefur verið eins og ég svona viðloðandi nefndastörf og svona fyrir sinn flokk og ég vil þakka honum sérstaklega þó stundum höfum við deilt fundarstjórn forseta að þá vil ég samt þakka honum fyrir hans störf og samstarf og góð kynni og ég óska ykkur öllum sem eru að kveðja þennan vettvang í dag alls velfarnaðar og þið finnið öll lífið eftir bæjarstjórn og hlakka til bara að heyra af ykkur á þeim vettvangi sem þið kjósið ykkur að vera á. Takk. Nú, það nokkuð hér að mældarskrá og Stefán Ómar Jónsson þarf að taka næstu til máls. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég er einn af þeim sem að kveð hérna í dag og ég vil nota tækifæri bara til þess að þakka ykkur öllum hér við borðið fyrir samstarfið þessi 4 ár og þér forseti fyrir fundarstjórnina og samstarfið sem hefur verið mjög gott og óska bara nýrri bæjarstjórn velfarnaðar í mikilvægum störfum næstu 4 árin og ég auðvitað sendi kveðjur á starfsfólk Mosfellsbæjar sem hefur hér einatt verið við hliðina á okkur og stutt okkur og leiðbeint og síðast en ekki síst að þá ávarpa ég líka íbúa Mosfellsbæjar sem að ég hef verið fulltrúi fyrir síðastliðin 4 ár og haft mikil samskipti við bæjarbúa. Það hefur verið eins og gengur og gerist og þið þekkið öll að það er haft samband við okkur út af stóru sem smáu þannig að störfin eru líka heima við á kvöldin og helgar að spjalla við umbjóðendur okkar. Þakka þeim líka fyrir. En forseti, bara lokaorðin þessi, takk fyrir samstarfið. Öll. Já.
Ásgeir Sveinsson, þú ert næstur hér. Gjörðu svo vel, Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir það, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar, það verða kannski svipaðar ræðurnar hér í lok þessa sem fram hefur komið síðastu bæjarstjórnarfundur þessara bæjarstjórnar. Ég vil taka undir orð Önnu Sigríðar og Stefáns Ómar þakklæti til bæjarfulltrúa og varabæjarfulltrúa fyrir samstarfi á þessu kjörtímabili. En ég vil kannski sérstaklega þakka fráfarandi bæjarstjóra, Haraldi Sverrissyni, samflokksmanni mínum sem er nú að hætta eftir farsælt og langt starf fyrir þetta bæjarfélag og hann getur hætt stoltur með stöðu bæjarins eins og hún er í dag. Í Mosfellsbæ ríkir ein mesta ánægja íbúa á öllu landinu með stöðu mála. Fjárhagsstaðan er sterk og það er búið að gerast gríðarlega mikið undir hans stjórn og þeirra bæjarstjórna sem að hann hefur stýrt. Ég vil sérstaklega líka þakka öðrum samflokksmanni mínum, Kolbrúnu, sem er að kveðja sviðið og sérstaklega líka forseta bæjarstjórnar, Bjarka Bjarnasyni, sem er líka að hætta að sinni. En ég hef átt afskaplega gott samstarf við hann á þessu kjörtímabili og hefur verið heiður að vinna með honum í þessu meirhluta og í bæjarstjórn þar sem hann hefur stýrt þessum með mikilli einurð. Hafsteinn Pálsson er búinn að vera lengur í þessu heldur en elstu menn muna og búinn að skila sínu og heldur betur það. Þannig að og að lokum þá vil ég þakka fyrir sérstaklega embættismönnum og starfsmönnum Mosfellsbæjar. Þetta er búið að vera sérstakt kjörtímabil út af faraldrinum og það eru lausnir og það sem þau hafa lagt á sig ásamt auðvitað starfsfólki í Mosfellsbæjar almennt eins og í skólunum annars staðar, það verður seint þakkað og mun aldrei gleymast. En ég hlakka til áframhaldandi samstarfs með nýrri bæjarstjórn. Það þarf að stofna hér nýjan meirihluta, sterkan og góðan og vonandi farnast okkur öllum vel í að gera Mosfellsbæ að enn betri bæ á morgun heldur en hann er í dag. Takk fyrir. Þá kemur næst hér í pontu Örlygur Þór Helgason, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Örlygur. Herra forseti, já, ég tek undir sem hafa talað og ég þakka kærlega fyrir mig síðustu 4 ár. Þetta er búið að vera rosalega lærdómsríkt. Ég er búinn að læra af ykkur öll og þannig að ég fer mjög stoltur hér í burtu með mikla reynslu og góðan hóp. Ég vil þakka Haraldi fyrir sín 20 ár fyrir sín störf. Bjarka, fundarstjóra, hann er búinn að læra af Hafsteini með stuttat undir og ég þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir samstarfið síðustu ár og óskar nýjum bæjarfulltrúum og bæjarstjórn góðs gengis. Takk fyrir mig. Kolbrún, þú ert næst. Gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Kem hér upp líka til að kveðja og þakka fyrir samstarfið, óska nýrri bæjarstjórn velfarnaðar, sérstaklega bara já, því nýja fólki sem er að koma hér að stjórnum bæjarins og vonandi bara tekst öllum að halda bænum á þeirri góðu braut sem að við höfum fengið að þeirri leiðsögn sem að Haraldur Sverrisson bæjarstjóri hefur leitt bæinn áfram. Ég vil bara taka undir það þakkir sem að hafa komið hérna fram einnig í hans garð. Mér langaði samt að nefna og ég vona eins og Anna Sigríður Gunnardóttir sagði eitt sinn við okkur stundu, hún sagði að hún hefur verið svo heppin með sjálfstæðismenn í samstarfi. Ég vona hún verið heppin með framsóknarmenn í samstarfi. Þannig að þetta mun allt saman ganga vel áfram og ég segi bara líka, það er búið að vera mikill heiður að fá að starfa fyrir Mosfellinga. Það er búið að vera mikill heiður að fá að vera í forsvari fyrir skólamálin sem er að mína mati mikilvægstu málin í bænum og ég hef alveg fulla trú á því að Mosfellsbær verði áfram besti staður að búa á og bara kveðja út í kosmosið til allra. Takk fyrir mig. Þá tekur næstu til máls Hafsteinn Pálsson. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Forseti, já,
Já, hvað getur maður sagt? Það var lærdómsríkt að setjast í nefnd undir þáverandi oddvita Jóns á Reykjum, eiginlega tvítugur í byggingarnefnd íþróttahússins. Þannig að þá lærði maður margt stuttafundi, hnitmiðaðar fundagerðir og ég hef reynt að hafa það að leiðarljósi. Það ætti að vera mikilvægt að það væri ekki verið að bóka eitthvað sem gæti valdið erjum eða misskilningi þegar að fram væri haldið. Ég er samt búinn að vera síðan ég var liðlega tvítugur, fyrst þegar ég kom í nefnd. Ég hugsa að ég hef allavega setið á 10 kjörtímabilum í nefnd. Ég hef setið bæjarstjórnarfundi á 7 kjörtímabilum og já, í nefndum samfellt í 9. Ég þori ekki að fara með hvenær nefndin á 8. áratugnum var stofnuð, en ef hún hefur verið stofnuð fyrir kosningar 74 þá bætist síst 1 kjörtímabil við. Ég þori ekki að fara með það. En ég hef ekkert verið að hafa fyrir það að reyna að grafa þau. En ég vil meina að samstarfið almennt hafi verið gefandi og gott, lærdómsríkt og ánægilegt, bæði við bæjarfulltrúa og starfsmenn, og þetta starf allt saman, það við skilað okkur fram veginn. Við höfum vaxið nokkuð glatt ef svo má orðið komast, og stundum má segja að það hefur verið við þolmörk. Ég minnist þess einhvern tímann að þingmenn voru hér í heimsókn og voru að hneykslast á því að við legðum ekki okkar að mörkum við að leysa úr íbúðavanda á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að það hafi verið 8% fjölgun árið á undan, þannig að það snýrist nú samtalið upp í hvernig farið eiginlega að þessu, frekar en ásakanir að við værum ekki tilbúin að leggja okkur að mörkum. En ég óska þeir sem koma að borðinu og halda áfram velfarnaðar og megi þeir vinna bæjarfélaginu allt til heilla. Ég kveð sáttur. Takk fyrir mig. Já, þetta er þetta, Hafsteinn. Vel orðað hjá þér og ég ætla að gefa Haraldi núna orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti. Það er nú eiginlega þurft að klappa fyrir þessari ræðu hans Hafsteins, en eins og með jarðarförum, það er ekki við hæfi að klappa þegar fólk heldur hér ræður. En hún er góð og tilfinningarík og ég skil það. Það eru líka mikla tilfinningar hjá mér. Af því að þetta er minn síðasti bæjarstjórnarfundur. Það mér skosta sinni. Svo ég segi nú ekki annað. Ég ætlaði að reikna út hvað ég er búinn að sitja mörgum bæjarstjórnarfundum, en glemdi því. Þannig að ég búinn bara að sé við það í huganum, sko. Það eru sjálfsagt að nálgast 500 fundi. Ég er búinn að vera hér í bæjarstjórnin 20 ár og síðan upphæfu kjörtímabils 2002 og var þar á undan varabæjarfulltrúi kjörtímabili þar á undan 1998 til 2002. Ég var nú ekki marga fundi þá, ég var nú ekki ákvæmlega lista sjálfstæðismanna þá. Og þannig að þetta eru orðnir ansi margir fundir og þetta gæti verið svona alltaf 1500 klukkustundir. Eitthvað svoleiðis sem að maður hefur sitið hér við þetta borð og það nálgast nú eiginlega að vera heilt, sko, hvað sé ég, mannár í hérna
í því talið sko, ef maður fyrir utan alla hinna vinnuna, þannig að það fer mikið tími í þetta en þetta er gefandi afskaplega og ég held ég hefði nú reyndar heiminn hömdu tekið því ég kom hérna sem varamaður 1998 og settist sem aðalmaður í menningarmálanefnd og menningarmálanefnd ákvað að færa jólatréð stað en menningarmál er nú ekki meira en það kjörtímabilið að bæjarstjórn breytti þeirri ákvörðun og farið jólatréð tilbaka þannig að svona getur þetta verið og en svo komist við meirihluta þá færðu við alltaf jólatréð þangað sem það átti að vera þannig að það hefur verið þar síðan. Ég getur kannski breytir nýju meirihluta því að það færi þá jólatréð. Og það þá svona kannski merkjum það hvað svona litlu málin geta verið stór og tilfinningarík eins og til dæmis bara jólatréð að vera. En það skiptir það rosalega miklu máli. En ég ætla nú ekki að fara að halda hér langa ræðu. Þá bara myndi ég missa tök á sjálfum mér og ætla ekki að gera það því að ég ætla bara að segja að þetta er búið að vera afskaplega góður tími og hefur gefið mér náttúrulega alveg ótrúlega mikið. Ég kunni ekkert mjög mikið í þessu því ég kom í þetta fyrst. Þó svona hafði reynslu úr stjórnsýslunni í ráðuneytum og slíkt sem hjálpaði mér mjög mikið. En svona í sveitarstjórnarmálum og pólitík kunni ég ekki neitt. Ég tel mig nú hafa lagt ýmislegt á þessum árum. Það er gott og vont en fyrst og fremst gott og ég hef kynnst mjög mörgu góðu fólki við þetta borð og sjálfsögðu náttúrulega í vinnunni. Ég ætla nú kannski að geyma þá þakklætisræðu til síðari tíma, betri tíma en þetta borð mjög mörgu og góðu fólki og allt fólk sem held ég hafi lagt sig fram það að leggja á sig og gera bæinn betri beitir við það eins og einhver sagði hér áðan mismunandi aðferðum en það er bara eins og það er verið gefandi, skemmtilegt og eins og einhver sagði hér áðan það var mjög margt breyst hér í þessum bæ á þessum árum, hann tekið miklum breytingum og ég held ég get alveg sagt það stoltur bara fyrir mína hönd og þeirra sem við þetta borð hafa setið að þetta er mun betri bær en ég orða þannig í alla staði heldur en þegar að ég hóf minn feril hér við þetta borð og það segi ég bara út frá því hvernig hér hefur lífið vaxið og dafnað, þjónustan aukist og velsæld fólksins hérna í bænum breyst og ímynd bæjarins hefur snarbreyst. Það þótti frekar lummó að búa í Mosó eða Mosesbænum fyrir einhverjum árum en nú þykir það ekki lengur lummó. Það sóst eftir því og það hér flykkist fólk að og ánægja fólks er mikil og mér finnst það kannski vera svona það standir aldrei upp úr hvað hér eru breyst í þessum bæ, hvernig ímyndin og álit á fólks í landinu og hér á höfuðborgarsvæðinu og sem búa á þessum bæ hefur breyst mikið og ég held að það sé mjög góð mælikvarði á því hvernig fólk lítur á þannig bær og þykir gott að vera í honum. Ég þakka hlý orði minn garð, þakka ykkur öllum fyrir samstarfið og öllum þeim sem hafa verið með mér við þetta borð, bæjarstjórnarborðið gegnum tíðina, langur tími. Það tekur við ný bæjarstjórn eins og kom fram hér áðan hjá minni Sigríði önnur Sigríði að þá eru mikla breytingar. Það eru margir nýir sem koma hér inn og væntanlega, eða ekki væntanlega, það verður annar meirihluti, væntanlega mjög breyttur frá því sem að hefur verið núna. Ég bara óska því fólki góðs veit það að það mun bera hag bæjarins fyrir brjósti og hvet það til þess að halda áfram á þeirri braut sem að verið hefur hér undanfarin ára og áratug sem held ég allir hafi verið sammála að gera veg bæjarins sem bestan og mestan og líðan okkar íbúa sem best. Ég efast ekkert að það er markmið okkar allra og orðum svo bara
Takk fyrir mig og takk ykkur öllum fyrir gott samtal. Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi, þú ert frá Norðurð. Gjörðu svo vel, Valdimar. Það verður aðfórseti. Það er reyna að vera stutt orðið, fara á sömu slóður og hinnir að þakka fyrir. Ég held að fyrir 4 árum þá fór ég af stað í skyndi að bjóða hérna fram lista Viðreisnar í Mosfellsbæ. Það var svona ákvörðun sem að ég ætla ekki að taka. Ég fór og leita fólki til að bjóða sig fram og leiða lista og eyddi talsverðum miklum tíma í það og endaði með því að gera þetta sjálfur. Og við náðum þeim árangri að vera með næsta atkvæðamagn þá, voru svona nýja framboð á þeim tíma. Og það var ég var alveg gríðarlega stoltur af því og tók þetta mjög alvarlega að koma hérna inn og vera bæjarfulltrúi Mosfellsbæjar. Við fluttum hingað í Mosfellsbæ eitthvað rétt fyrir hrun og höfum verið hérna lengstum síðan og liðið vel. Og fannst bara alls ekkert húkó að vera í Mosfellsbæ. Það var okkur leið mjög vel hérna og fannst mjög flott að vera búsett í Mosfellsbæ. Þessi 4 ár hafa verið ótrúlega fljót að líða og svona allt öðruvísi heldur maður gerir sér í huganum. En maður myndi nota eitt orðið þetta tímabila var alltaf COVID Maður var rétt byrjar að læra á bæjarstöndina þegar það kom og setti svona svip sinn á seinni helming af kjörtímabilinu. En þetta er líka verið lærdómsríkt að kynnast ykkur sem eru hér og ég held að eftir þessa ræðu sem ég hlustaði þarna áðan, sérstaklega frá Hafsteini maður komst ég að því að það sem vantaði var að Hafsteinn hefði upphafi kjörtímabilisins kennt okkur á þetta stutta og hnitmiðaða fundi. Það hefði verið alveg til bóta stundum En mér langar að þakka ykkur öllum fyrir kynninguna. Sérstaklega þeim sem að fara, Halla, Haraldi, Sverrisinni, fyrir aðstóðina og fyrir að vera hérna og vera bæjarstjóri í 20 ár. Þetta er mjög langur tími. Bjarka, fyrir stjórnun á fundunum. Það verið afskaplega ánægilegt að kynnast Bjarka. Hafsteini, eftir öll þessi ár. Tvítugur og ég hef heyrt Jón á Reykjum, ég held að hann var landnámsmaður. En þetta er langur tími. Kolla, þar eftir 3 kjörtímabil. Það er langur tími. Og líka þetta sem sagt hefur verið, það oft verið tekist á í þessari bæjarstjórn. Það hefur mikið verið tekist á, en öll hefur við gengið sátt frá borði og þannig á þetta vera með mínu haldi. Við eigum að takast á hluti. Við erum hérna alltaf að þjóna ákveðnum hugmyndum og ákveðnum fólki í bænum og við tökumst á það og öll erum að reyna að gera það sem við teljum að sé best fyrir Mosfellinga. Það er eiginlega það sem drífur okkur áfram. Það er það sem dreif mig áfram. Og ég sagði áðan að hérna höfum fundið okkur og fjölskyldan og fundið gott að búa. Þannig að það er svona efst í huga mínum að bara hafa lagt eitthvað á mörkum í staðinn. Það er svolítið það sem ég held að við öll erum að gera. Við erum að þjóna íbúunum og við erum að leggja eitthvað tilbaka til samfélagsins sem hefur allan að fært mér ágæti svo gott líf. Ég vona að ég hafi ekki gleymt neinum. Og ég hafi talið þessu upp sem hér er á kveðju eftir langan tíma. Og bara ég verð varabæjarfulltrúi í vonandi skemmtilegri bæjarstjórn sem tekur við og þetta er ekki búið, það tekur eitthvað annað við og ég hlakka til. Takk fyrir mig. Bless. Já, ágætu bæjarfulltrúar, nú hafa allir bæjarfulltrúar tekið til máls fyrir þetta mig og ég ætla að byrja að segja að ég ætla að
brjóta þá reglu sem að ég hef viðhaft hér allt kjörtímabilið, því að ég hef alltaf sagt nú er ég að tala sem forseti, nú er ég að tala sem bæjarfulltrúi, en þetta verður svona blanda af því. Fyrst tala ég sem forseti. Ágætu bæjarfulltrúar, þá er komið að lokum þessa bæjarstjórnarfundar sem að síðast á þessu kjörtímabili. Hann er nummer 805, þið heyrðu hvað Haraldur sagði áðan, hann hafði setið 500 fundi, það eru 40% á að giska af fundum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. 450 kannski, sko. Já, 450. Já, ég svona giska það. Vel að verki staði Haraldur. Og ég var nú eitthvað að skoða tölfræðina, það er að við horfum á okkur hér og þá sem að setja í bæjarstjórni núna, það er um það byrjum 85 fundir, kannist þið við það á þessum 4 árum? Svona verið sér. Já, það er hérna spáni. 85 fundir. Þetta er bara ótrúlegt frá 2018. Og svo náttúrulega þá er þetta COVID. Við erum ekki búin að gleyma fjarfundunum öllum. Það voru skröldlega. Kostam út! Hérna heyrist ekkert í þér. Þetta var alveg ný reynsla eins og við munum. Bara náttúrulega ótrúlega tími sem við gengum öll saman í gegnum hér. Eins og öll þjóðin. Mér langar að þakka okkur öllum fyrir fundasettuna á undanfarna árum. Fyrir kaffispjall hérna, eitthvað 4. hæð, umræður og skoðanaskipti, bókanir og gagnbókanir. Og svo vil ég líka þakka embættismönnum hér, starfsfólki, sem hafa skapað umgjörðina, vita fundagerðir og séð útsendingarmálin. Næsti fundur verður fyrsti fundur nýrrar bæjarstjórnar og sá fyrsti vel að merkja þegar 11 bæjarfulltrúar setjast hér við fundarborðið. Þetta er ákveðin tímamóti í sögu bæjarins. Og ég býð nýja bæjarstjórn Mosfellsbæjar velkomin til starfa og óska henni alls hins besta. Nú er ég búinn að tala sem forseti. Nú ætla ég að breytast í óbreyttan bæjarfulltrúa og ávallt eitthvað hérna beint. Þetta hefur verið mjög ánægilegt samstarf. Og nú horfi ég hérna yfir salinn, ég veit ekki hvort að ég á að tala hvern og einn. Ég byrjaði þetta á mínum æskuvini Hafsteini Pálssyni. Sátum saman í landspróf hérna í Brúarlandi og tókum strax eftir því að hann hafði vestfirskan framburð, komað vestan frá Reykjanesi. Seinna vorum við saman í menntaskólanum í Hamrahlíð og ég hrósa Hafsteini að hann heldur ennþá vestfirska framburðin. Þaðan. Harald Sverrisson er búinn að þekkja lengi. Við sátum saman í menningarmálanefnd eins og hann nefndi, hann var nefna menningarmálanefndan áðan og það var með jólatrið, það er góð saga. Það var fært. Við tókum líka ákvörðun það að setja upp útilistaverkið á Stekkjarflöt sem er eitt af stolt bæjarins, hús tímans, hús skálsins. Þannig að ég er búinn að þekkja hann lengi og þekkja hann náttúrulega hérna vettvangi bæjarmálana eiginlega alveg frá 2006. þar bil og ég vil bara þakka Haraldi sérstaklega fyrir hans framgöngu sem bæjarstjóra. Bæjarfélagið gjörbreyst á þessu tímabili. Stefán Ómar er hér svona Mosfellingur að svona svipum aldri en var í bekk með yngri bróðum mínum. Hér þá var nú skólinn yngri og allir undir sama þakki. Og síðan Kolbrún Þorsteinsdóttir, ég held að ég hefði þjálfað hann í frjálsum íþróttum hérna og kennt jafnvel eitthvað líka þegar íþróttahúsið var glænýtt og allir fóru á frjálsíþróttaæfingar. Og annars Sigríður hef ég átt góð kynni við hana. Við höfum átt skemmtilegt spjall hérna og bara þakka fyrir það, þá samvinnu og þau kynni, annars Sigríður. Örlygur, við erum stundum að segja þegar við sitjum hlið við hlið þá hefur við rifjað upp sögur frá íþróttakennarskólanum á Laugarvatni, það var náttúrulega við vorum ekki saman í dekka fram þar. En hérna þekkjum svona svipaða reynslu á Laugarvatni. Valdimar Birgisson, gaman að kynnast þér og sömuleiðis Ásgeir, drengir góðir báðir. Svo allt hérna fólk sem er hér, það er ekki allir viðstaddir hér. Ég vil þakka Lína Rúnari Braga sem er hér fjárstaddur og Örnu Hagalínsdóttur og svo síðast ekki síst Sveini Óskari Sigurðssyni sem hverfi nú eftir ekki eins og
ansi margir. Kosningar eru alltaf ákveðin tímamót. Við þekkjum það öll, við erum verið að taka þátt í með ýmsum hætti með að bjóða okkur fram eða fylgjast með. Það eru stórar ákvarðanir og mikið í gangi. Nú liggja úrslitin fyrir og það breytist mjög margt. Nýir bæjarfulltrúar að koma hér og aðrir fara eins og hér hefur komið fram. Ég geng sáttur frá borði. Ný ævintýri taka við, það alltaf ný tækifæri og ný ævintýri í lífinu og það að grípa þau. Það til dæmis upplagt að vera 70 til dæmis, eins og sumir hér verða innan tíðar. Ég mæli með því, ég er reyndar ekki búinn að prófa það þá en hérna það er innan tíðar. En tíminn er mjög skrítin skepna þegar maður hér spáir í hann aldurinn er mjög afstæður. En það hvað mér þótti foreldrar minna voru gamlir þegar voru fertugir, svo var ég sjálfur fertugur og nákvæmstum minn var ennþá ungur og nú er sonur minn að vera fertugur og mér finnst hann mjög gamall. Þetta er allt dálítið afstætt með tímann og það er þetta að fanga tímann, en það er svona blanda af öllum tilfinningum sem að birtast með okkur og lifa með okkur. Og mér finnst hérna við hæfi að fara hér með eina vísu sem að ég held mikið upp á og segir kannski mjög margt í 4 línum. Þessi vísa er eftir mann sem hét Páll J. Árdal. Og hún er svona: að hryggjast og gleðjast hér fáa daga, að heilsast og kveðjast, það er lífsins saga. Svona er nú lífið, en nú held ég að sé komið hér nóg sagt hér og dagskráin tæmd og allir hafa tjáð sig. Bara kæra þakkir, elsku bæjarfulltrúar og líka þeir sem eru fjarstaddir og gangi okkur öllum vel, hvers sem hugur ykkar teygir sig. Og þá ætla ég að lyfta þessum hamrinni mjölna á loft, síðasta skipti og ég veit ekki hvort, ég ætla nú ekki að slá mjög fast með hann bara, en þessum fundi er lokið og honum er slitið hér